Já, komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu aftur og ný og hér hjá mér góður gestur. Það Hans Hektor Hannesson, sálfræðingur, komdu sæl. Sæl. Og velkomin. Takk fyrir það. Við erum hérna, samankomin til þess að snúa við hlutverkum. Nú ætlum ég að taka viðtal við þig. Það nú það sem þú gerir í þinni vinnu, en þú vinnur hjá Ríkisstofnun og ertu í kjaradeilu, svona. Það sem því sé næst. Já, það mætti svo sem kannski koma svo orði. Það allan að þannig að náttúrulega þetta eru kjaramálin en þá lausi okkur en já, og hafa verið í nokkuð tíma. En og jú, vissulega vorum við sálfræðingar að hafna samningu sem það var verið að gera við ríkið. Þannig að það bara komið aftur á stað. En já. Á hvaða forsendum hafnið þið? Sko, já, ég get kannski ekki tala fyrir alla en fyrir mig persónulega og fyrir þá sem að kannski sem maður svona upplýri kring þá held ég að þetta tengist nú kannski auðvitað með mörgum þáttum og svolítið mismunandi kannski eftir einstaklingum. Ég held að það samt komið svolítið oft niður á bara einfallega launin. Já. Svona ef maður kannski tengir þetta við eitthvað eitt sko. Og náttúrulega bara að þau haldist svona þau haldi í bara neyslu sveiflur og vísitölum og því sem að við þurfum í rauninni eða í heimilishald. Já, ég meina ég held að þetta kannski komið svolítið líka bara niður á allan að hvernig ég upplifði þetta og hvernig mér finnst þetta oft fólk tala svolítið þetta í kringum mig, það bara líka bara að upplifa okkar vinna sé metin til virðis. Ég meina við horfum á þetta, sálfræðingar við erum sérfræðingar í okkar fagi, við förum í 5 ára háskólanám sem bæði krefjandi og erfitt að komast inn í, sem að náttúrulega ber það með sér að við erum að taka tíma frá því að byrja á vinnumarkaði og förum inn í störf sem að krefast þess að við erum að taka alls konar ákvarðanir um líf og heilsu fólks og sem að bera auðvitað mikla ábyrgð og við auðvitað göngum inn í það allan að ég geng inn í það með af alvöru og tek mikla ábyrgð á því en þessu fylgir álag. Og maður upplifir oft að þegar maður kíkir síðan á seðilinn í lok mánaðar að það ekki alveg endurspeglað það og maður myndi og líka bara það að ég heyri það bara hjá mörgum í kringum mér að fólk bara í basli með að ná endum saman og hefur áhyggjur af fjármálunum, hefur áhyggjur af því að ná að borga reikningana sína og að taka á sig aukavinnu sem að ég áttu mig á því að það ekkert eitthvað. Hvernig taka sálfræðingar á sig aukavinnu? Þeir þá taka fleiri viðtöl og kemur það þá ekki niður á gæði þjónustunar? Sko, ég held að það sé erfitt fyrir mig kannski að segja almennt hvernig þetta er en ég þekki bara til einsdæma. Ég veit dæmi fólk sem að vinna bara hvað sem að getur í rauninni, grípið sér vaktir hér og þar, eða er komin inn í einhver gig þar sem þau eru að taka vinna í afgreiðslu á viðburðum og eitthvað slíkt. Störf sem að tengist ekkert sálfræðinni, heldur bara auðvelt að grípa í og fá eins smá auka tekjur. Ungi sálfræðingar sem að maður veit unga sálfræðingar sem að kannski eru komið með pingulitlar íbúðir en eru einstæð og þannig að þau kannski fara annars lagið heim til mamma og pappa og leiði búinu sín út á Airbnb til þess að reyna að fá einn auka tekjur. Og aftur, þetta er bara einhvern orðfá dæmi sem ég þekki til. En jú, svo náttúrulega ertu kannski líka ef ég er að tala sálfræðinga almennt, þá er náttúrulega bara mjög mismunandi, held ég að sumir sálfræðingar, sem að kannski vinna á stofum eru að taka á sig auka viðtöl og eitthvað slíkt, en já, það er bara alls konar. Mikill munur á opinbera geiranum og svona einkageiranum í sálfræðiþjónustu? Að hvað leiti? Já, það er bara leiti kjarmála þar að segja.
standa enga stofunar betur heldur en til dæmis ríkisstofnunar, nú myndu flesti segja en svona bara, já, upp á þjónustu líka og annað að gera. Ég meina ef að fólk að fá of lítið laun og vinna kannski auka vinnu, þá ímyndum maður sér að það sé, já, þjóna það komi niður á þjónustunni. En já. Já, þú veist, þetta varandi bara svona munin. Þú veist, munurinn þetta bara sá að ég held að það færi líka aftur svolítið eftir hvaða stofum við erum að tala og þær eru náttúrulega bara mjög margar en svona eins og ég skilða þú veist þá náttúrulega bara þetta þannig að flestir sem að vinna á stofum þeir eru ekki launþegar þeir eru verktakar og þá eru þeir verktakavinnu og náttúrulega og þá eru launin að svo ég þekki það þessi öðruvísi álag sem því fylgir líka. Já, og stóðu þetta bara minni já, svona öryggi, starfsöryggi Já, auðvitað minna starfsöryggi en og auðvitað bara líka samt get ímynda með mismunandi milli staða en og núna þekki ég einfallega þetta bara ekki nægilega við til þess að segja eitthvað svona almennt yfir þetta allt saman en en munurinn kannski auðvitað sá að allána get ég ímynda mér á sumum stofum sé kannski meira það sem að sálfræðingar hafa kannski aðeins meira launin að segja auðvitað verið að taka texta sem að við áttum okkur á að geti verið mjög erfitt fyrir einstaklinga að borga og þá komum við líka inn á niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu sem að vissulega komin til en svo spurningin það hvort að hún sé en þá það lág sem að ríkið að taka þátt í þeirri niðurgreiðslu að sálfræðingar eru hreinlega bara að gefa vinnuna sína að einhverju leyti svona ef maður myndi bera þetta saman við þú veist ef það ekki sem að þú veist og eins og mér skilst það þá ennþá margir eða einhverjir sálfræðingar sem að eiga erfitt með að taka þetta skref það að skrá sig í skrá samning við sjúkratryggingar einfaldlega af því að það myndi fela í sig bara ekki nægilega miklar tekið til þess að einmitt bara borga aftur reikninga og geta stað undir sér en aftur ég þekki þetta svið minna og ég auðvitað sem starfsmaður í ríkinu meira inn þar og og staðan einfaldlega bara svo og að ég upplifi alveg frekar þungt hljóð í fólki kringum mig ég upplifi að þeir sem ég tala við hvort sem að það séu bara sálfræðingar sem ég þekki af öðrum stöðum eða sem eru mér nær einmitt bara þetta að ef við horfum bara til dæmis á kannski staðinn sem að lægstur, erfiðastur þá náttúrulega það auðvitað það Landspítalinn þar sem að og núna er ég ekki með einhverja nákvæma tölu bara af haustum með minnir að byrjendalaun sálfræðinga á Landspítalanum í kringum 610.000 krónur og það grunnlaun vissulega en fyrir skatt já. Og það síðan ekki endilega mikið að bæta stofan á það af því að langflesti sálfræðinga að mér skilst vinna á dagvinnu og það eru fáir sem að vinna á vaktavinnu sem þá að fá eitthvað svona auki álag ofan á þetta þannig að þetta svolítið launin og þau ef maður bara ber þetta saman við bara svona kannski svona laun sem að gengur að gerist þá þetta alveg munur aftur ég hef heyrt tölur upp á eitthvað nær 700.000 krónur sem svona væri mögulega eðlilegra Já, þetta helst kannski svolítið hendur við laun í heilbrigðisgeiranum Já, eflaust sko. Og þú veist og fyrir mér þá einhvern veginn kemur þetta bara alltaf eitthvað svo mikið þessi spurning nákvæma tölu kannski ekki endilega einhvern veginn aðalmálið finnst mér en mér finnst þetta aðalega vera með einhvern þessi spurning hvernig heilbrigðiskerfi viljum við vera með og þú veist viljum við vera með kerfi þar sem að fólk þarf ekki að bíða í eðlilegt kannski að bíða eitthvað en ekki í fleiri ár eins og núna bara við tala í tengslu við greiningar náttúrulega ég barnamegin og það náttúrulega búið að vera mjög mikið talað biðlista og slíkt og biðlista geta eru margir hverjir bara mjög langir í fleiri ára bíða eftir því að komast inn í fullorðinsmegin ADHD greiningu og barnamegin að bíða lengi eftir því einhverju greiningar og slíkt og
ef við viljum ekki þetta sé staðan, þá þurfum við auðvitað að hafa einhver innspýtingu og þá þurfum við að hafa fólkið sem er með þekkinguna og kann til verka og veit hvernig á að snúa sér. Og það held ég auðvitað ber augulega líka að því meiri reynsla og þekkingu sem að sálfræðingur með, því skilvirkari og betri hann í vinnunni sinni. En ef við horfum á hvaða einstaklingar sem að vinna á fyrir ríkið, þar sem að launin eru lægst, þá þetta ekki upp til hópa. Nú ætla ég ekki að vera alhæf hérna. Það auðvitað fullt af mjög flottum og reyndum og sálfræðingum á öllum vikstöðum sem eru bara okkur ótrúlega mikilvægir. En það líka mjög mikið af ungum sálfræðingum. Já, það mikið starfsmenn að velta þá. Einhvers staðar ef ég einhvern tímann daginn heyrði ég eitthvað í áttina því að meðal starfsaldur sálfræðinga eins og á Landspítalanum var eitthvað kringum 4 ár. Sem að þú veist auðvitað ef maður pælir bara í þessu að hvernig okkar geðheilbrigðiskerfi byggt upp, þá þetta bara einfaldlega þannig að þyngstu málin og erfiðustu málin fara til Landspítalans, fara í gegnum heilsugæslu, fara í gegnum BUGL, fara í gegnum RGR, GMB. Þessi staðir út og einmitt fyrir þá sem einmitt kannski þekkið, þetta eru staðirnir sem einmitt að sjá í rauninni bara þyngstu málin. Og aftur, ég held að þessi staðir séu klálega með fólki til þess að standa undir þessum væntingum og gera góða vinnu, en málið bara það að það verður þá bara að fá greitt mannsamandi fyrir. Já, rauninni líka bara einmitt svona að málið það að hluta til ástæðan fyrir okkur kannski BNS svona löng að því að við erum bara ekki nægilega mörg og það bara ekki nægilega mikið fjármagn til þess að halda út, til þess að greiða laun eflaust, ég veit að ekki skils mér að það lítur að vera, annars væru miklu fleiri í ásum stöðum, upp á Landspítalanum, upp á hinum þessum stöðum. En síðan líka spurningin, af hverju ekki sálfræðingar að vinna það lengi? Og núna ef ég bara ímynda mér eitthvað tilbúið dæmi, nýr sálfræðingur sem byrjar að vinna hjá ríkinu, þarf náttúrulega augljóslega að fá einhvers konar þjálfun. Við komum ekki út úr náminu sem algjör alfræði orðabóka, allt sem að tengist sálfræði, þannig að við þurfum að fá þjálfun, við þurfum að fá handleiðslu og þetta allt kostar pening. Sem að ríkið að borga og það þetta bara mjög mikilvægt og gott. En síðan þegar að fólk búið að vera í eitthvað tíma á þessum stöðum, að þá kannski eðlilegt að fólk fari að hugsa, nú ég búin að, veit ég alveg að ég alveg, þess virði, mér finnst ég alveg eiga skilið að fá laun sem í takt við mína reynslu og þekkingu. Og ef það ekkert að fá hjá ríkinu, það mjög skiljanlegt að einstaklingur myndi í þessu tilbúna dæmi fara að hugsa kannski ætti ég að fara að leita hana, kannski ætti ég að fara að vinna á stofu, þar sem ég get á allan að fengi aðeins betri laun, eða minnka með allan hjá ríkinu og byrja að vinna hlutastarf á stofu sem að ég veit að sumir gera. Og þetta gerir það að verkum að þessi einstakka sálfræðingur myndi þá kannski fá hærri laun, en þá eru færri þá missum við þessa reynslu frá þessari stofnun sem við komum til að vinna á. Og ég held að ef við viljum vera með reynda sálfræðinga, að þá verða þeir að vilja vera þarna. Já. Og ef við eigum í erfiðleikum með það að borga reikninga eða bara og hafa áhyggjur af fjármunum, og ég ekki að tala með eitthvað svona að ég upplifa allan ekki að sálfræðinga sé eitthvað að biðja að verða eitthvað hátekju stjætt, heldur bara einfallega að við að bara ná endum saman og bara gera það sem að öllum langar þess að geta keypt sér litla íbúð eitthvað sem nægilega stór fyrir fjölskylduna og geta bara borgað reikningana sína án þess að þurfa að endalaust að vera hafa hagræðingu og hef ég efna því að leggja til hliðar 5.000 kall til þess að kannski eftir eitthvað smá tíma fara erlendis
eða eitthvað, eða bara leggja til hliðar 5.000 kall til þess að við getum kannski keypt okkur ný húsgögn eftir ári eða eitthvað, bara svona leggja, þú veist, það líka einhvern veginn, þannig að þú veist, ég allan upp þetta svona hinn menntaða millistétt sem að oft talað upplifur og ég upplifa allavega samkvæmt þessu sem þú ert að segja að hún sé nú eiginlega bara á barmi fátæktar svona. Sko, ég ætla kannski ekki að fara að það auðvitað held ég að það sé ég held að það auðvitað fullt af fólki sem miklu verð statt heldur en ef ég bara tala fyrir mig ég átta mig alveg á því en og þetta ekki allir sem hafa svo tækifæri til menntun er alltaf okkur svona, kannski ekki beint að tala það heldur meira svona að þú veist bilið ég meina þessi stétt þessi millistétt sem við þekkjum hér á Íslandi að hún sé komin á eitthvað svona stað eitthvað svona breaking point ég meina eins og segir, þetta eru 5 ára nám og þetta er 5 ára þungt nám og þetta er mikið vinna og þú sko námið í rauninni er ekkert búið eftir að skóla lýkur heldur þurfið þið áfram handleiðslu og annað bara út starfsferilinn og svo er þetta líka snýst þetta að vera með sko nýjustu tækin alltaf í sálfræðinni þetta er bara svið í þróun endalausri þróun eftir því sem við vitum meira fólk og tíðarandinn breytist einhvern veginn þá verða þarfirnar mismunandi þannig að þetta er auðvitað mjög svona, ég myndi segja bara lifandi starfs vettvangur þannig að svona í því samhengi þá nú er ég búin að glemma hvað ég ætla að segja en það verður svo sem ekki í fyrsta skipti en þetta er allavega, já þið finnið þetta svona á ykkar skynni að er ekki fullnægjandi svona, og það eru gerðar miklu kröfur til ykkar líka Já og kannski að mörgu leyti eðlilega þetta eru þetta, þannig kemur ég kannski líka mitt inn á að ábyrgðin sem að okkar starfi fylgir eru þetta eðlilega mikil. Við erum að taka ákvarðanir hvort að einstaklingur sé að fá greiningu á alls konar þáttum. Hvort svo sem að tala dauðaþroskaraskanir eins og einhverfu ADHD eða við erum að tala kvíðagreiningar eða varðandi þunglyndi og svo erum við að taka ákvarðanir það hvaða oft í samráði við aðra stéttir en samt sem aðra eru við líka að taka ákvarðanir það hvaða meðferðarúrræði verður farið, hvaða meðferðarleið. Þannig það er auðvitað álag og eðlilega einmitt eins og ég segi eru lagðar kröfur og það er mjög eðlilegt en manni myndi finnast mér finnst allavega að slíkar kröfur ætti þá að fylgja laun í takt við það. Og ef við tölum bara, ef við tökum eitthvað samanburð og nú ætla ég ekki að fara að segja hennar tölur, en af því að ég ætla ekki að fara að segja eitthvað villust en ef við berum okkur bara saman við þjóðir sem við almennt sé berum okkur saman, það er alltaf að tala um Norðurlöndin og við berum okkur bara saman við Norðurlöndin þá til dæmis veit ég að eins og til dæmis bara í Svíþjóð eru launin miklu hærri og það er líka og þá kemur spurningin af hverju eru þau hærri er álagið meira, eru þau taka miklu meiri ábyrgð og núna aftur ætla ég ekki að fara að alhafa en eins og þetta hefur verið útskýrt fyrir mér eins og mér skil þetta þá er þetta ekkert endilega þannig að starfi sé svona allt öðru sig. Ég held að það komi svolítið bara líka niður á ákvörðin sem var tekin það að þetta er það sem þið eru að gera, þetta er ábyrgðin sem þið eru að taka á okkur og launin þætti þá að vera í takt við það. Er eitthvað annað en sko þessi launamál svona í kjarasamningum sem að þetta er í hug sem að ég ætti hreinlega að vera að krafa eða er krafa jafnvel einhverjar breytingar sem að þið sjáu fyrir ykkur að þurfi að verða til nú náttúrulega mitt er ég ekki inn í samningsherbygginu þannig að ég svona veit ekki
get ekki sagt hvað nákvæmlega af eða á og meira bara svona tala varðandi hvað kröfur eru til staðar akkurat núna, það kannski veit ég ekki alveg, en varðandi kannski bara svona hluti eins og aðra þætti sem kannski tengjast alveg kjaramálum kemur kannski líka þó einmitt inn á það að ég heyri frá fólki kringum mig að það svona ákveðin fólk spyr sig af hverju það hvort að það sé eitthvað sem við þurfum að ræða meira eða hvort það þyrfti að ræða meira einfallega að það taki mið einmitt af aukinni ábyrgð og álag eins og við maður hugsa sér til dæmis þegar fólk komið í stjórnunarstöður ég þekki til dæmi það að þegar að fólk að taka á sig stöðu sem stjórnandi eða eitthvað svona meira ábyrgðastöðu að það fylgi ekki hærri laun heldur en ef þau væri ekki heldur en bara ekki með hærri laun heldur en þeirra sem þau eru að stýra einfallega því að það ekki gert ráð fyrir því í kjarasamningu og þetta auðvitað eitthvað sem að aftur, það geti vel verið það hafi oft komið upp á borð í kjara viðræðum ég bara einfallega þekki það ekki en ég get náttúrulega bara að tala út frá því hvað ég heyri kringum mig og hvað ég upplif og hvað ég sé og það sem ég sé eins og staðan þá þetta til dæmis ekki metið inn og það væri svona, maður myndi alveg finna svona eðlilegt kannski mitt að ef einhver væri að stjórna einhverju teimi eða einhverju deild eða eitthvað svoleiðis að það væri nú kannski eðlilegt að það eru ekki ábyrgð í eðlilegt að þau fengi hærri laun og svona en þú myndist inn aðeins á greiningarnar og annars að fara eitthvað djúpt í þær svo sem þá hefur verið nokkuð í umræðinu og í tengslu við BUGL til dæmis og þessi svona ungmennamál eru þessi hvað hefur fylgst eitthvað með bara því samtali ég meina nú erum við á eina runda eiga samtali að við þurfum að taka betur utan börnin okkar og svo einhvern veginn svona virðumst við vera svolítið að senda sálfræðingafingurinn þetta náttúrulega fer ekki saman þá Já, ég bara að hugsa upp á álagið og annað hvað svona þínu mati sem að við getum gert svona betur í þessum málum hvernig getum við tekið betur utan börnin okkar Já það stórt spurt aðkoma sálfræðinga ekki til dæmis mjög mikilvægt þar? Ég myndi segja það auðvitað ef spurningin einfallega bara hvernig við getum betur hugað að þá talum við bara hvernig við getum hugað betur að líðan barna og einmitt að stytta biðlista Já, ég held að það væri erfitt að koma með eitthvað svona konkrétt svona þetta sem við þurfum að gera af því ég held að þetta sé mjög margþætt en það tala að bara ástandið til dæmis á barna- og unglingadeild sé bara með öllu ótækt Já, núna varðandi BUGL svona sérstaklega ég get ekki tjáð mér neitt sérstaklega mikið það einfallega bara því að ég ekki nægilega vel inn í þeim málum maður heyri maður og lesi ýmislegt bara stöðuna allstaðar en ég get ekki því miður eitthvað svona tjá mig eitthvað sérstaklega BUGL eins og kvíði stúlkna í skólum og sjálfsvíkshugsanir drengja og allt þetta er svona þetta helst í hendur og svo álagið á BUGL og maður sér þetta einhvern veginn bara sem leikmaður þá sér maður bara það er mjög augljóst að við þurfum einhvern veginn að grípa inn í einhvers staðar þetta eitthvað sem kemur á borð sálfræðinga? Já, ef við myndum einfallega bara horfa á þetta ef ég horfa á þetta út frá einmitt ef við bara horfum á ef við varum að horfa á þetta blákalt það eftirspurn eftir aðstoð sem í taktu það að það bara margir einstaklingar hvort sem það sé með börnin og sem þetta mjög nærtækt sem sálfræðingur í vinna með börnum eða með bara fullorðnum það bara margir sem að takast á við alls konar vandamál
þannig að þú veist, ef við notum þetta orðum við smálega þetta nota eftirspurn en þá horfum við svona á en hversu mikið framboð nægilega mikið framboð af þessum einstaklingum þá sálfræðingum til þess að takast á við þessi vandamál sem að sækjast eftir og auðvitað náttúrulega margar stéttir sem koma að geðheilbrigðismálum en ef að ég að fókusa bara á sálfræðinga þú veist, þá myndi ég segja að framboðið ekki nægilega mikið og ég held að það sé ekki af því að sálfræðingar vilja ekki bjóða upp á aðstofuna held ég að það sé bara einfallega ekki nægilega margir til staðar í þeim störfum sem að eðlilegt að fólk myndi sækja sér þessa þjónustu og þá ég að tala þungumálin auðvitað þessi þyngstu málin einmitt eins og ég held ég hafi komið inn á hann þau enda á borði ríkisstofnana það enda hjá Landspítalum, það enda hjá BUGL það enda hjá geðsumustu barna það enda hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins og ef við værum með fleiri starfsmenn sem að væru í þessu þá held ég að það væri ég held allan að það væri hægt að segja þá að biðlistarnir myndu eflaust ekki vera svona langir. Já, ef það væri svona fleiri að sinna auðvitað þeim sem á þeim. Já, það meikar sens svo ég sletti nú aðeins. Já, en eins og ég segist auðvitað þetta margþætt og varandi bara svona almennt við Hvernig, að því að við vorum að tala þessu fyrir álag, hvernig lýsir sér álag í starfi hjá sálfræðingum? Ég meina, hver hjálpar sálfræðingum þegar sálfræðingar? Sko, það ákveðnar handleiðsla annarra sálfræðinga mjög mikilvægt þar. Við þetta bara, ég held að það sé mjög mikilvægt að maður nái einmitt sérstaklega þegar það eru flókimál þá eru við kannski bara með okkar eigin svona vinnureglur það hvernig við reynum að leysa úr þeim málum og ræða okkar milli til þess að fá aðstoð annara en álagið margslungið það auðvitað álagspunktur einfaldlega að vera með einstaklinga sem eru í að glíma við alls konar erfiðleika við erum hvort sem að það séu einstaklinga sem eru að gangi gegnum erfitt tímabil þar sem að þau eru kannski með gangi gegnum þunglyndislotu eða búin að vera mikil kvíðistaðar eða einfaldlega bara eða einmitt bara með ógreindan taugaþroskavanda sem að hefur sem eru að koma til og hefur valdið því að erfiðleika hafa svolítið undið upp á sig og ég meina ef maður hugsa þetta þannig að okkar álag kannski byggst svolítið á því að við erum auðvitað með þessi mál hjá okkur og við erum að hlusta á og reyna eins að gera allt það sem við getum til þess að reyna aðstoða þessi einstakling að koma með að finna út í hvaða meðferð best hátta á best við og hvernig á að snúa sér. Það einn álagspunktur. Svo þetta annar álagspunktur einfallega bara það að það mikið að gera hjá okkur og það eins og hjá öllum þá þetta erfitt fyrir okkur kannski stundum að skilja vinnuna eftir í vinnunni og þetta fylgir okkur auðvitað heim þegar maður að heyra alls konar hluti og taka móti upplýsingum og þá auðvitað situr þetta hjá manni og það auðvitað álag þannig að það eru margir þættir sem að koma þarna saman sem að þannig að já, það auðvitað bara eðlivinnun okkar veldur álagi eftirspurnin sem miklu meiri heldur en að við getum staðið undir veldur álagi og við auðvitað viljum hjálpa sem flestum en við erum auðvitað líka meðvitað það að við viljum gera hlutina vel þannig að við viljum ekki hlaupa allt of hratt af því að þá tel ég allavega að þá fyrir við örugglega að sjá mannleg mistök sem eiga sér stað. Þannig að þetta bara rosalega, það mjög margt. Nú einn nýra ríkisstjórnarflokka talar niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu, bara alveg tótal, bara ókeypis sálfræðiþjónustu fyrir börn. Finnst þér þetta að vera raunhæft svona í þessu samhengi? Sko, hvort það sé raunhæft. Þetta
óskastaða, þú veist, og ég ekki að meina það, heldur bara, þú veist, að þetta sé raunhæft samtal svona á meðan að staðan þessi. Sko ég held að fara líka svolítið allt eftir hvað, þú veist, að því að núna einmitt viðkynni að ég ekki alveg inn í mig nákvæmlega hvað átt við með niðurgreiðsla, því að niðurgreiðsla það er bara ókeypis sálfræðiþjónustu fyrir börn, það er bara yfirskriftin. Og þá myndi mín spurning vera þú veist, eða þá erum við að tala niðurgreiðslu bara hjá sjálfstæðstarfandi sálfræðingum alveg, erum við að tala bara einmitt, þú veist, að því að ég myndi telja að það verið að vera að tala það einfallega því að náttúrulega bara sálfræðiþjónusta fyrir börn á hjá ríkinu svona, ég veit ekki betur heldur en það eigi bara að vera gjaldfrjálst. Sko það fer held ég allt eftir því bara hvað átt við og hvað tilbúið þess að fara. Ef það bara, eins og taxtin bara í dag, bara gjaldfrjálst, þá bara þá það bara auðvitað frábært og það væri algjör óska staða. Hver kostnaðurinn væri við það, bara veit ég ekki, hvort að það sé raunhæft. Ég ekki nægilega verið að mér ríkisfjármálum til þess að vita það. En auðvitað held ég samt sko að við sem bara íslenska samfélagið, bara hvernig við erum stödd almennt, ég held, svona mín upplifun svo að ég held að við getum þetta alveg. Og ég held að það sé alveg hægt að gera þetta, en það þarf þá bara að vera tekin ákvörðun það og það þarf að vera vilji til þess og það þarf þá bara að ákveða að leggja fjármunina í þetta. Það er auðvitað meira en að segja það, en ég held að það sé alveg hægt að gera þetta. Og ef maður bara horfir á aðra þjónustu, börn ekki að borga fyrir, þú veist hvað, tannlækningar til dæmis og sem auðvitað bara ótrúlega mikið vett að þau fái einna tannlæknaþjónustu og síðan sko fyrir mér kemur þetta líka svolítið að þetta auðvitað svo mörg þjónustu, ólík þjónustu stig, sko, þetta auðvitað svo stórt og mikið. Og ég held samt sko að kannski einn punkturinn af þetta sem er kannski mikið að taka fram varðandi sko ef við erum bara að tala niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu fyrir börn, sko það myndi kosta fullt af pening, myndi kosta hellinga pening, en ef við hugsum þetta fram í tíman, hvað er ávinningurinn af því að vera með kynslóð sem að elstu upp þar sem að þau hafa greiða aðgöngu að sálfræðiþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu, eru ganga inn í fullorðinsárin þar sem að það er búið að aðstoða með alls konar vandamál, af því staðreyndin er bara einfaldlega svo að mikið af vanda kemur fram snemma. Að við vitum að það er bara margt sem að bendi til þess að einstaklingar börn á unglingsaldi sérstaklega kannski og bara byrjað að koma fram svona ákveðnir bæði kvíða erfiðleikar, þunglyndiseinkenni eða jafnvel þunglyndislotur, ýmis vandi sem getur komið upp og ef við getum gripið inn hratt og þá erum við að tala með því fyrr því betra. Vandinn nægir ekki að grasserast og vinda upp á sig, þannig að við förum að sjá að kvíðin sem byrjaði sem smá kvíði byrjar að verða meira vandamál, er að hafa meiri áhrif á þeirra daglega líf, sem veldur því síðan einstaklingurinn byrjar með að sína ákveðin þunglyndiseinkenni, fyrir inn í þunglyndislotu. Hvað afleiðingar hefur þetta fyrir samfélagið? Einstaklingurinn hefur ekki tök á því að sinna starfi, af því að þau bara einfaldlega eru ekki bara með andlega burði til þess. Þau eru ekki að skila sköttum inn í ríkiskassan og veldur því að þau eru að þarna er samfélagsstigi sem er kannski ekki að skilja miklu og þau myndu annars gera ef að þau væri ekki að díla við þannig vandamál eða þannig vanda. Þannig að ég held að sko besta fjárfesting sem væri hægt að gera væri að fjárfesta í geðheilbrigðismálum sem að felst þá líka í því með þess að taka þetta allar hringinn, felst þá líka í því að fjárfesta í starfsfólkinu sem að vinna í þessum málum, af því að ef að þú ert með kynslóð sem að fær greitt aðgengi að sálfræðiþjónustu sem fær hratt aðstoð með þann vanda sem þau eru að díla við þann daginn
og þá skilur það með sig að þau eru þó líklegri til þess að vera betri í stakkbúin til að taka á við vandamál sem þau munu þurfa að kljást við á fullorðins árum, sem heldur því að þau eru betri í stakkbúin til þess að sinni vinnu og eru þá kannski líka betri í stakkbúin til þess að gera eitthvað nýtt, þú veist, vera frumkvöðlar, taka ný verkefni, gera eitthvað nýtt og spennandi og heldur eða verða sálfræðingar sjálfur og auðvitað og bara þannig að fyrir mér held ég spurningin um kjaramál og fjárveitingar í sálfræðiþjónustu held ég að þetta ekki eitthvað sem að mér finnst að eigi að vera horft á 2 ár fram í tíman 3 ár fram í tíman, heldur þetta eitthvað sem við verðum að horfa stóru myndina. Ertu bjartsýnn með nýja ríkisstjórn? Ég held að ég reyni alltaf að vera bjartsýnn og ég held að ég vil trúa því að orð sem að voru sögð í þessari kosningabaráttu það að vilja leggja meira í geðheilbrigðismál og ég man ekki betur heldur en að ég ætla nú ekki að segja hver það hafi verið en ég man ekki betur heldur en einmitt að einhver af þeim sem núna í ríkisstjórn hafi hreinlega bara sagt að þau töldu mikilvægt að til þess að geta verið með gott heilbrigðiskerfi þá þyrfti að vera með starfsfólk sem að vildi vinna þar og þá var kjaramál sérstaklega nefnd og svo ég tali líka það bara einfallega að það hefur líka verið ákveðið svona umræðupunktur bara það meira þess inni held ég inn í ríkissáttmálanum að halda áframhaldandi vinnu með að leiðrétta fyrir kjör kvennastétta og þetta kannski eitthvað punktur sem að ég held að sé ekki mikið rætt að sálfræðingar eru að stórum hluta konur og þetta ég held að, þú veist, ég get alveg sagt það bara, þetta kvennastétt og þetta eitthvað sem að ég svona pældi ekki beint í meðan ég var í náminu og ég fattaði þetta svona almennilega þegar ég byrjaði að vinna að þegar ég líti kringum þá þetta upp til hópa konur og ég held að það hafi alveg ég held að það hafi svona sitt að segja með, hver sem ástæðan en það bara, að það allavega launin þú veist, ef við bara allavega berum þetta saman, þetta náttúrulega ekki ekki endilega orsakasamband þarna milli, en það samt sem að þannig sálfræðingar upp til hópa, allan það í kringum eins og ég sé í kringum mig og mikið af þeim sem að vinna hjá ríkinu eru konur við kallar allan að sérstaklega barnamegin, við erum mjög fáir kallandir, allan það færri og maður sé það bara svona þegar maður lítir kringu sig á í vinnu og ég ætla ekki að kannski að fara nætt eitthvað djúpt í árin en það samt sem áður. Það má þetta velta þessu upp og bara mjög eðlilegt að velta því upp einmitt, en það nú þetta mikla kvenna ár og það má svo sem alveg, jú, einmitt, eins og ég segi, velta þessu upp. Algjörlega, og ég bara hvet ríkisstjórnin sem að taka við til þess að virkilega íhuga það að líta á þessa stétt, þú veist, geðheilbrigðismál hafa verið ofarlega í huga hjá þessari ríkisstjórn í þessu framboði. Það mikið talað einmitt að leiðrétta fyrir launamun hjá konum og ég held að við eigum klálega heima þar og undir þessum formerkjum og væri bara eitthvað sem að ég spenntur að sjá. Já, þetta spennandi. Kannski bara svona lokum áður en ég sleppi þér út, það nóg að gera hér. Ertu tilbúin að fara í verkfall? Já, sko. Til þess kemur? Já, ég ætla ekki að slá það nýtt út af borðinu allavega. Sko. Nei. Ég held að ég er ekki að segja að það sé eitthvað svona yfirvofandi eða neitt slíkt, þetta náttúrulega bara voru við að kjósum þennan samning og ég held að við sé ekki eins og byrjaðar aftur eins og allan ég veit ekki betur en en ég held að tónninn í mínu fólki sem í kringum mig við erum ekki að slá neitt út af borðinu og ég held að við erum alveg tilbúin til þess að berjast fyrir okkar kjörum og gera það sem að
við teljum að við þurfum að gera og þið hafið rétt á, sannarlega og bara svona, og fyrst aðeins bara svona að lokum, ég meina talandi, bara svona að lokum, bara svona kannski umhugsun efni, hvað, af því við erum búin að tala um biðlista og við erum búin að tala um hitt og þetta biðlistar nú þegar mörg ár hvað myndi gerast ef sálfræðingar myndi vera í verkfall? Þú veist, þessi biðlista myndi ekki ég held að það sem sumir kannski átt sig alveg á að biðlista myndi ekki lengjast 1 dag fyrir dag sem sálfræðingar eru í verkfalli, heldur væri þetta margföldunar áhrif. Þannig að ef að sálfræðingar ef við erum sett í þá stöðu að það eina sem að við sjáum að við getum gert til að fara í verkfall, að þá er það eitthvað sem að ríkið, ég held að ríkið þyrfti svolítið að hugsa sig af því að þau vilja stytta biðlistana og við viljum öll stytta biðlistana og þetta held ég ákveðin sem væri ekki tekin á léttúð, auðvitað ekki en ef við erum að skoða þannig að þá myndi þetta hafa víðtæk áhrif. Hans, þakka kærlega fyrir að koma að rauðaborðinu. Tók ég við, það meira hér handan við hornið. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.